Þegar Andemariam Bayene kom til Íslands frá Eritreu fyrir nokkrum árum til að afla sér menntunar við að virkja jarðhita, grunaði hann ekki að stuttu síðar ætti hann eftir að gangast undir aðgerð sem væri einstök í sögu læknavísindanna. Nú liðið hálft ár frá því Andemariam gekkst undir barkaígræðslu og batahorfur hans eru góðar. Við fjöllum þetta eftir andartak. Kastljós hitti Andemariam Bayene og Tómas Guðbjartsson prófessor sem á stóran þátt í því að Andemariam lifði af baráttu við lífshættulegt krabbameinsæxli. Það er ástæða til að vara viðkvæma við myndunum af barkaígræðslunni sjálfri í þessari umfjöllun. En Helgi Seljan og Egill Eðvarsson taka nú við. This is how I remember, it was in March 2008, I was feeling shortness of breathing, and there was much mucus coming, and then I didn't know what it was, but I suspected it was asthma, and then I was going to the hospitals over there, and then the doctors were also treating it as asthma. I was taking much asthma medication, but there was no remedy, there was no help from the medication. Then it was found to be tumor, a big tumor, almost completely blocking the airway. Í framhaldi af því þá fór hann í aðgerð þar sem átti að ná sýnuræxlun til að komast að hverja gerð það væri og leið þá reyna að opna öndunarveginn þannig að nætti auðveldara með að anda. Það var mjög flókin aðgerð og tók langan tíma og hann var lengi í efnaðseftir þá aðgerð og þar var hægt að taka mest af æxlinu en ekki fjarlæga. Það var ekki endanleg lausn og í samráði við lækna á Karolinska sjúkrahúsinu þá beittum við geislameðferð til þess að reyna að halda þessu æxli niður. Það var á þeim tíma ekki talið hægt að fjarlæga það með skurðaðgerð og hann svaraði meðferðinni ágætlega í byrjun. Æxli sem bránaði og það var á þeim tíma ljóst að það var krabbamein að ræða. Þau eru frekar óvenjuleg í barka. En hann svaraði meðferðinni vel til þess að byrja með, en síðan tók æxlið sig upp aftur. I cannot tell you the feeling. I was hopeless, actually. Second time operation, I just could guess that it will be very difficult. I was getting an advice that I have to go home soon, and then I have to pass the rest of my life with my kids and my wife and the other parents, because it was difficult. This was an advice given. But Dr. Thomas, the professor at Land Hospital, he's a guy he's very clever. He was working hard. Þá byrjum við á því að leita til Bandaríkjanna á stærstu staði þar sem eru kannski hvað frægasti fyrir meðferð við æxlum í barka og þeir voru dálítið lengi að svara. Þeir töldu svo eftir nokkra mánuðum að þetta væri ekki gerlegt, það væri ekki hægt að bjóða honum upp á neitt nema þá svokallaða líknandi meðferð í formi lasermeðferðar og svo framvegis, sem að kannski mér fannst ekki alveg ásættanleg. Þetta ungur maður og annars hraustur og hann hafði staðið sig mjög vel í fyrri aðgerðinni sem var mjög flókin og þá fór maður aðeins að leita fyrir sér. Ég hafði hlustað á þennan Paolo Mazzarini prófessor sem þá var starfandi í Barcelona og hafði birt fræga grein í vísindariti 2008 barkaaðgerð þar sem hann hafði tekið barka á látnum einstaklingi, þakið hann með stofnfrumum og grætt í og eftir það gert nokkrar slíkar aðgerðir. Og þannig að ég reyndi að hafa upp á honum og það kemur í ljós að hann var þarna búinn að ráða sig, eða hann hefði verið ráðinn á Karolinska sjúkrahúsi í Stokkhólmi og þá byrjaði þessi ferill að hann hafði á þeim tímapunkti verið að vinna grunnrannsóknir á plastbarka, að nota sér plastbarka í staðinn fyrir barka og látnum einstaklingu og var búinn að vinna mjög mikla grunnvinnu með sínu rannsóknarteymi og þarna ég var með sjúkling sem að hann hafði mikinn áhuga á, þannig að við fengum dálítið jákvæðari svör úr þeirri áttinni.
Andi Marian segist ekki hafa litist á blikuna til að byrja með. Honum hafi staðið til boða erfið og hættuleg skurðaðgerð sem í ofanálag hafi einungis verið prófuð á svínum. I said no. You know, I told him that, okay, with this tumor, like I can survive 2 to 3 years. And then I prefer to just avoid this operation and then stay like 2 years. And then, okay, maybe bye-bye after that. Then he was trying to persuade me, to make me believe. You know, he was very confident in his, when he was telling me, he was very confident. He said, if you want to see your kids grow, then you have to do this operation. Okay, I decided. Okay, but I was afraid. I was very much scared. Vandamáli var þetta að á þessum tíma var Andi Marian mjög veikur. Hann átti mjög erfitt með andardrátt, æxlið var orðið það stórt. Það hefði tekið dálítinn tíma að fá svör frá Bandaríkjunum. Og þannig að tíminn var naumur og eins og við vitum þá tekur oft mánuði, jafnvel ár að fá gjafa, sem sagt gjafabarka. Ómögulegt var að fá gjafabarka úr látnum einstakling með svo stuttum fyrirvara, auk þess sem gjafabarkin hefði þurft að passa nákvæmlega. Því var ákveðið að fá smíðaðan barka úr plastefnum í London. 6 cm langt barkarör var útbúið í flýti og sent til Svíþjóðar. Og svo 2 dögum fyrir aðgerðina þá tókum við beinmerg úr mjaðmakambi Andi Marians til þess að ná í stofnfrumur. Þær voru svo settar í svona eins konar nestisbox sem maður getur orðað svo. Þetta er svona, lítur út eins og nestisbox. Og svo var stofnfrumunum velt, plastbarkin settur hérna inn með stofnfrumum sjúklingsins. Og þetta undirbúið 2 sólarhringa og svo græddu við þennan nýja barka í Andi Marian. Við tók sjálf aðgerðin sem tók rúma 16 klukkutíma. Sneiða þurfti plastbarkan til svo hann passaði og koma honum fyrir í brjósti Andi Marians. Það er ekki hlaupið að því að vinna slíkt verk við brjósthol sjúklinga enda þarf að halda hjarta og lungum starfandi á meðan í miklum þrengslum. Tómas, ítalski sérfræðingurinn og teymi lækna á Karolinska tókst þó ætlunarverkið og sólarhring eftir svæfingu vaknaði Andi Marian. Æxlið ásamt stórum hluta af barka hans var á bak og burt og blað hafði verið brotið í sögu læknavísindana. And then I woke up soon. And you know, I was not like forgetting things. I could remember and I was very happy. Okay, I think the operation is done and I'm alive. Og svo tókum við þetta eftir með fyrir við. Hún var náttúrulega ekki síður snúin en aðgerðin sjálf. Við vorum að gera þarna hluti sem ekki verið gerðir áður og eftir með fyrir hefur að mestu leyti farið fram hér heima af læknum á lungnadeild og hjá okkur á hjart- og lungnaskurðdeildinni. Og þetta er alltaf dálítið svona erfitt auðvitað þegar maður getur ekki leita kannski beint í reynslubanka annar staðar. Og þess vegna hafa mjög margir læknar verið forvitnir svona hvernig gangurinn er og við höfum lent í smá erfiðleikum hér og þar sem við höfum getað yfirstigið, það var aðallega tengt sýkingum. En þetta hefur gengið ótrúlega vel og maður bara þakka fyrir í rauninni hverja viku og hvern mánuð þar sem þetta gengur svona vel og nú er komið rúmt hálft ár frá því að aðgerðin var gerð og það er búið að var ákveðið í síðasta mánuði að birta þessa vísindagrein okkar þetta þessa aðgerð sérstaklega og sú grein vakti töluverða athygli og er svona öðrum rannsóknarhópum hvatning að halda áfram því að það eru hundruð hópa að vinna við þetta í heiminum að reyna að búa til líffæri úr gervefnum því að það er svo mikill skortur á líffæragjöfum. Það er ungt fólk að deyja á biðlistum eftir líffæraflutningum og eins og í þessu tilviki er alveg ljóst að þarna var engin gjafi til staðar, það var ekki hægt að bíða eftir neinu. Andi Marian segist þakka Guði fyrir að hafa verið staddur við nám á Íslandi þegar hann veiktist. Ekki hefði þurft að spurja að leikslokum ef hann hefði verið heima í Erítreu. Heilbrigðisþjónusta þar sé enn og því miður mjög frumstæð, tækni eða þekking sé ekki til staðar.
Allan þann tíma sem Andi Marian barðist við erfiðan sjúkdóm á Íslandi biðu ættingjar hans og vinir milli vonar og ótta í mörg þúsund kílómetra fjarlægð heima í Erítreu. Andi Marian og eiginkona hans áttu fyrir lítinn son þegar hann fór frá Erítreu til Íslands. Þeim hjónum fættist svo annar sonur meðan á undirbúningi aðgerðarinnar stóð. Þann dreng hitti Andi Marian í fyrsta skipti á dögunum, hann var þá orðinn 7 mánaða gamall. They came here in like 18th of October and I saw him for the first time here in Iceland. Professor Thomas worked very hard on this so that the family will come. Það ljóst að til að framkvæma þá aðgerð sem Andi Marian gekkst undir þarf að ríkja fullkomið og gagnkvæmt traust á milli allra aðila. Það traust augljóslega til staðar milli þeirra Tómasar og Andi Marians. Tómas gekkst þar fyrir utan fyrir sérstökri söfnun meðal fyrirtækja á Íslandi til að koma fjölskyldu Andi Marians til Íslands. Fyrir það Andi Marian mjög þakklátur. Ég held að maður geti ekki annað en svona borið bara virðingu fyrir honum sem einstaklingur og reynt að hjálpa honum. Það svona skylda okkar læknanna að gera það og í þessu tilviki náttúrulega var það þannig að hann var komið frá Karolinska og var mikið veikur og dálítið svona niðurdreginn yfir þessu, þetta að vera fjarri sínu fólki og svona og möguleikin var ekki fyrir hendi að hann færi til Erítreu að jafna sig þegar hann var hér á Reykjalundi og þá færði við þetta í tal við einkaaðila hérna á Íslandi að hjálpa fjölskyldunars því að þetta svona fólk sem að kannski hefur ekki mikið fé á milli handana og það var mjög auðsótt og þannig að þetta bara, hann náttúrulega var mjög kátur þegar hann sá sérstaklega, bæði börn og konur, sérstaklega yngsta barnið sitt sem hann hafði aldrei séð áður. Þannig að þetta svona bara hluti af þessari sögu sem ekki lokið en auðvitað markmiðið bara að hann geti lifað eðlilegu lífi og farið aftur og stunda sín störf. You know, I would prefer to go if the hospital was good there, you know. If it was equivalent to hospitals, then I would go like 1st of January, you know. But if I go there, if there is something, how will they know that something is going wrong? So I think I would prefer like stay more months or a year or years here in Iceland so that the hospital will follow my case very closely. Sem fyrr segir kom Andi Marian upphaflega til Íslands til að afla sér þekkingar í jarðhitanýtingu með það fyrir augum að geta farið heim til Erítreu og nýtt þá orku sem nú þar óbeisluð. Erítreumenn nýta nú eingöngu innflutta olíu sem orkugjafa. If things go well, if I am very strong enough, then I will go. I will go and work there and help my people. That is my dream.